Góðan daginn, þetta Salvör Gísladóttir og þetta Lexía í teikni og myndvinnslukerfinu GIMP og miðað við GIMP 2.6 og 2.8. Og í þessari Lexíu þá ætla ég að fara í hvernig við búum til logo í GIMP, búum til mynd úr texta, mynd sem við getum notað á ýmsa vegu. Og ég ætla að fara í hvernig við búum til svona logo og svona logo þarna á glærunni fyrir framan ykkur þá eru svona 2 dæmi logo, annars vegar logo sem er svona eins og skorið út úr eða þrykkt í pappa og hins vegar svona upphleyptir stafir. Þetta verður svona dæmi það sem er hægt að gera. Og þegar maður býr til logo, ég fer í sýnikennslu í það á eftir, maður velur fyrst skrá eða fæl í GIMP og það velur maður Create og það undir Logos og svo velur maður úr hvers konar gerða logoi maður vil gera, það eru nokkru tugir. Svo breytir maður textanum á logoinu, hvað á að standa á logoinu og það má ekki vera langur texti. Og svo breytir maður ýmsum stillingum eins og til dæmis litum eða hversu stór litur á að vera á logoinu og ýtir á OK. Og síðan kannski þarf maður að vinna þetta áfram, tvinna saman lög ef maður ætlar að setja þetta í aðra mynd. En svo vistar maður þetta og maður vistar þetta eins og alltaf í GIMP að vistar á tvenna máta eins og venjulega GIMP-skrá, en svo getur maður notað export, tekið út úr GIMP og vistað þetta sem JPG eða PNG. Og ef að bakgrunninn á að vera gegnsær, þá verður að vera PNG. Og hér eru nokkur dæmi hvers konar logo við getum gert. Þetta er svona sýnisotn af þeim möguleikum, nokkrum af þeim möguleikum sem ég fyrir á eftir. Og þetta getur verið eitt orð eða nokkri stafir, þetta logo hjá okkur. Og hér er dæmi eina gerð af logoi sem heitir Kristall. Ég fer þá eftir að hvers konar mismunandi útfærslur geta verið. Þannig að á þessari glæru þá sjáum við að þetta er sama gerð af logo en mismunandi leturgerðir. Og það kemur letri, það kemur eins og svona gelað á bakgrunnum eða glansandi á bakgrunnum. Og hér er annað dæmi samskonar logo og það er logo tegundin er það sem heitir karf eða útskorið logo og það er útskorið í bakgrunn sem getur verið mismunandi og það getur líka verið upphleypt. Við hökum bara við hvort við viljum að það greipist niður eða sé upphleypt og svo getum við valið hvers konar bakgrunn við viljum hafa. Og hér er þriðja tegundina logoið, það er logo sem heitir textured og þar getum við valið hvers konar bakgrunn við viljum hafa og líka reyndar forgrunn. Og hér er svona eitt enddæmi af logoum, þetta heitir Starscape, þessi tegund og þar getum við valið litugerðina og litin. Og síðan getum við bara svona til að sýna ykkur hvað við getum gert er að við getum sett logo ofan á mynd til að nota í myndvinnslu í ýmsum plagötum eða hvað sem það væri og þá getum við unnið með logoið alveg eins og hvert annað lag í GIMP. Og nú er ég búin að kynna fyrir ykkur hvað þetta er, hvað ég ávið með þessum logoum og nú er ég komin hérna inn í GIMP og nú ætla ég að fara í hvernig við búum til logo. Og það sem við gerum er að við förum í skrá og þar förum við í Create og undir Create þá förum við í Logos og þá sjáum við að þá dettur niður valmöguleikarnir og við byrjum bara að prófa þetta fyrsta, við prófum nokkra. Að þá sjáum við að hérna skrifum við ykkur texta inn, ekki textan GIMP eins og var, hérna geti ég til dæmis skrifa ljóð og veljum leturgerðina eða prófum bara þessa sem á ýtum svo bara OK og þá er tilbúið
og ég var að prófa aftur, búa til nýtt, create, velja eitthvað annað, logos og nú skulum við velja til dæmis basic 2 og þar ætla ég að hafa textan spennusaga og ég var búin að breyta litunum en ég gæti sagt reset því að þá fæ ég hvernig upphaflega litirnir voru og ég ætla reyndar að breyta textanum aftur í spennusaga. Skrifa hann inn hérna og íti svo OK og sjáðu þetta er svona svolítið stórt. Ég ætla bara að loka þessu, loka, ekki að vista og síðan ætla ég að prófa eitt í viðbót, ég fyrir create, logos og ég ætla að prófa hérna það sem að heitir kristall og ef ég íti á reset þá kemur hvernig það var upprænlega og ég ætla að skrifa eitthvað til dæmis, kannski bara ljóð aftur eða nafni mitt eða hvað sem er þetta í hug. Þá fæ ég svona uppleift á einhverju bakgrunni og ég get breytt þessum bakgrunni og ég ætla að sýna ykkur það og þá verð ég að hafa tengið þetta í einhverja bakgrunnsmynd. Þá fer ég í create, ég gerir þetta semst aftur, ég er ekki að breyta þessu sem ég var búin að gera. Ég fer í create, logos, já, ég var hérna í þessu sem heitir kristall, þá fer ég í create, logos og vel hérna kristall og þar ætla ég að tengja mig í staðin fyrir background image, þar fer ég á vel sko og fer á staðinn þar sem að ég er með mína bakgrunna eða myndir sem ég ætla að nota sem bakgrunna og ég var hérna með nokkra myndir og ég ætla að velja hérna þetta efni, prófa það og sjá hvernig það kemur út og sjáðu þá er ég búin að gera þetta svona og nú ætla ég að velja að sýna ykkur aðeins fleiri tegundir af hnöppum, ég ætla hvernig maður sker út og hérna ætla ég að smella á reset til að sýna ykkur eins og þetta var uppálega sem er frekar leiðilegt þannig að já, ég ætla að fara og velja núna svona að skera út þá fer ég hérna í logos og fer hérna í card og hér ætla ég að velja einhverja bakgrunna sem ég er með til dæmis ég er með hérna bárujárn og tvísmella á þetta þetta open og hérna ætla ég að skrifa textan sem ég ætla að hafa og ég ætla kannski að skrifa hérna járn smíð járn smíði og íta á OK að þá fæ ég þetta svona útskorið nú svo ætla ég að gera þetta aftur og prófa hérna fer hérna í card og það er ætla ég að breyta og hérna ætla ég að setja ryðgabárujárn og sýna ykkur bara svona dæmi það og sjáum það, ég geti sagt hérna smelt á þetta, þá fæ ég þetta uppleift. Ég ætla fyrst að sýna ykkur þetta venjulegt, svona skorið og síðan ætla ég að fara í create, logos og card og smetla hérna á card raised text og sýna ykkur munin á þessu. Annars vegar þá er þetta svona greift og hins vegar uppleift og þetta eru svona nokkri möguleikar og
ef ég fer aðeins í það sem að ég mæli með að þið skoðið, að það er til dæmis þetta sem heitir kristall, og þetta sem heitir krýta er líka sniðugt. Þar getur maður skrifað eitthvað texta og látið þetta koma eins og kemur ágætlega út á dökkum bakgrunni. Þá kemur letrið svona út eins og þið sjáu hérna. Ég er með nokkuð dæmi sem ég ætla að sýna ykkur, sem að ekkert að fara í gegnum það, heldur bara að draga það hérna yfir. Hér er eitt dæmi það sem heitir Starscape, og hér er dæmi Textured. Hérna er eitt dæmi hvernig við getum sett svona, þetta er svona annað dæmi þar sem ég var ekki með svona munstur, heldur bara ljósmynd. Hér er dæmi tegund af þetta er svona text í hring. Þetta er hérna create logos, það sem að stendur text circle, og ég setti sem að þurftum að gera eitthvað logo, og þá getum að setja til dæmis eitthvað mynd eða eitthvað tákn í miðjuna. Og ég ætlaði bara að láta þessari leksíu lokið.